Félagar í hollvinasamtökum Reykjanesvita eru duglegir að hlúa að vita sögunni og við hittum þá þegar uppsetning sýningarinnar var á lokastigi. Hallur, þetta er skemmtilegt verkefni hérna hjá ykkur í hollvinasamtökum Reykjanesvita. Já, takk fyrir það. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Við byrjum á því að 2017-18 þá settum við upp hérna skjöldina á Reykjanesvitann. Skildina og framhald af því leigðum við þetta hús og við erum búin að taka það í gegn, málaði utan og innan, skipta gluggana og laga þetta dót allt saman og síðan hérna hafði ég samband við Eirík og fekk hann, þá var hann hérna hjá Byggðasafninu og fekk hann áfram í samstarfið með þetta og þetta er bara alveg draumur að koma hérna, sjá hvað er komið, þótt að það ekki komið alveg upp en þetta er alveg að smella. Þetta er merkileg saga fyrsta vitans á Íslandi hérna og Reykjanesvita núverandi en líka í þessu húsi sem við erum, þetta er merkileg saga hérna líka. Já, þetta er byggt 36. Radioviti heitir þetta hús runni, við ætlum að fara að breyta því, ekki kalla þetta lengur vélarhús, þetta er radiovita og merkja það. Það kemur svona í næstu skrefum. Og svo náttúrulega er beðið eftir að rísi hérna einhver þjónustuhús út á Reykjanesi og þetta verður svona einhver stuðningu við það og eitthvað til þess að sækja. Já, og jafnvel framhald af því ef að þeir koma hérna, þá var hugmyndin hjá þeim, ef við komum með hugmyndina til þeirra að geta verið með svona aðeins stærra hús og verið með sal það líka og setja upp meiri. Það er svo mikil saga, svakalega saga. Og þá yfir til þín, Eiríkur. Þú ert sérfræðingur í þessum málum og þetta er náttúrulega hlýtur að vera mjög skemmtilegt að fá að setja upp svona sýningu. Já, vissulega, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er kannski líka á mínu áhugasviði. Ég skrifaði mastersritgerð fiskveiðar hér við Faxaflóa á sínum tíma og var hérna að vinna í 10 ára í Sjómannasafninu í Reykjavík. Þannig að ég þekki þessi máli vel og kynst þeim og það hefur verið mjög gaman að taka þátt í þessu verkefni hérna með þeim og því þetta er alveg svo gríðarlega mikil saga. Það er ekki allir sem átt að sjá því. Við erum að taka inn í sjóslysin og allt sem er að gerast, hvernig það tengist hérna bara samfélagin, hvernig það er að breytast og síðan þessi uppbygging á þessu neti í kringu landi sem eru vitarnir og hvernig menn hafa verið að bæta öryggi sjófarenda því að þetta náttúrulega var ekki. Þetta var rosalegt á síðustu öld og reyndar um aldir því að árabátarnir fórust nú hér alveg unnvörpum og það var rosaleg högg fyrir þessi litlu samfélög þegar voru heilu bátarnir að farast nánast á hverju ári og núna við verðum hérna með á vegg hérna fyrir aftan okkur. Verðum með nöfn allra sem fórust á sjó við Ísland á síðustu öld. Og bara svona virðingarvottur og fólk átti sig á hvað þetta er rauninni mikið af því að fyrir þessa litlu þjóð. Megnið af þessum sjóskuðum eru á fyrri hluta aldarinnar. Þetta er kringum 3500 manns sem fórust. Það er nú bara 35 manns á ári að meðaltali allt síðustu öld sem þetta er nú mikið í dag. En á fyrri hluta aldarinnar voru þetta 54 sem fórust að meðaltali á ári. Frá 1900 til 1950. Og þá var íslenska þjóðningin með eitthvað innan við 180.000 manns. Þannig að þetta voru gríðarlegir tollar sem við vorum að greiða ægikonungi fyrir afnóta hafinu og hérna fiskimöðunum. Hversu mikið mál var það árið 1878 að reisa hérna fyrsta vita landsins og af hverju var hann staðsettur hér? Það er nú gaman að segja frá því að þegar Íslendingar fengu hérna sjálfstjórn og heimastjórn og hérna sitt eigið löggjafarþing og fjárveitingavald hérna 1874, þá var þetta bara eitt af fyrstu málunum og bara fyrsta þinginu, það var að samþykkja byggingu vita. Af því að fram á þeim tíma hefðu nú bara verið siglingar hérna til landsins á sumrin og hérna datt engum í að sigla hérna frá Evrópu á veturnar. En síðan með vaxandi kaupmannastétt í lok 19. aldar þá fyrir að komast þörf fyrir að fá vita vegna þess að engin tryggingafélög og það vildi engin sigla hérna veturnar að veri viti. Og raunin kom hvergi til greina að setja vita í byrjun nema hérna á Reykjanestánni vegna þess að þetta er það sem kemur upp á landinu og það er mikilvægast að menn sjáu strax hér
hvar þú staddur. Þannig að menn réðust bara í þetta strax að koma upp þessum vita og til þess að bæði svo póstskipin kemur líka á veturnar og það væri tryggja örugga siglingar því að þessi siglingaleiðin er líka svolítið hættuleg fyrir Reykjanesið og að því að flest skip sem voru að koma frá Evrópu voru þetta að sigla til Reykjavíkur að höfuðstöðnum. Þannig að menn fóru í þetta brölt og fengu Dani með sér í lið. Það er danskur Róþey sem heitir verkfræðingur sem hannaði vitann og sjáum framkvæmdir sumarið 1878 og þeir voru allt sumar og fram á haust. Það var náttúrulega gríðarlega erfitt. Þetta var svo afskekkt. Það var ekkert nálægt. Það er ekkert að lenda bátum inn í fjörunni og hestar þurftu að fara hér yfir úfið hraun og annað slíkt sko. Þannig að þetta hefur verið gríðarlegt átak og það var ekki hægt að nota neitt grjót inn í kring að þetta er allt bara hraun. Það þýðir ekkert að höggva það til og setja í vita. Þannig að með þetta flytja þetta og það sem var að koma til dæmis utanfrá þurfti að setja í land í Keflavík og flytja það á bátum, litlum bátum í land, svo bara hesta og drösla því hingað. Hér hírðust menn í tjöldum hátt í 20 manns allt sumarið. Hann kvartaði reyndar yfir því svo danski að það var alltaf kolvillust veður meira og minna allt sumarið. Og þannig að þetta gekk nú ekki eins hratt og þeir ætluðu sér en tókst haustið og það var kveikt á vitanum 1. desember 1878 og þá var fyrsti viti landsins komin í gagnið. Hallur, hvaðan kemur þessi áhugi þinn og ykkar á þessu svæði? Maður heyrir á Eiríki að þetta og við vitum að þetta gríðarleg saga. Á þessu svæði, það nú eiginlega, ég gef nú norðan Skagafirði og þetta ekkert tenginga fyrir mig beint, nema að ég í formaður minni á Sögufélags Grindavíkur og þar var byrjunin á kveikingin á þessu og það var maður þar sem Ólafur Sigurðsson sem bað mig að koma með sér og hitta einn mann í Keflavík og segja mér svolítið frá þessum skjöldum og annað sem við settum á vitann. Það var eiginlega kveikjan þegar ég fór á stað og þá sat ég uppi með það og þá var ákveðið bara að stofna félag utan þetta og svo hefur við bara haldið áfram með þessu stefnu og þetta er bara svona fyrsti partur. Við höfum þetta að gera meira. Hvað sérðu fyrir þér næst? Okkur langar að sem við að gera og fá að komast upp í vitann. Þetta hleypt fólki þar inn. Og svo veit ég að Geoparkinn, hann er búinn að undirbúa gönguleiðir og annað svæðið. Og það er svo margt annað sem þetta er að gera þarna. Það eru gamlir steinar úr gamla vitanum sem hægt er að fara til og raða upp og gera eitthvað sniðugt með. Við erum að nota og sýna á. Það er, ég veit ekki, okkur er ekki dettur eitthvað í hug. Það er svolítið gaman að segja frá því að því að nú talum að fá fólk hingað. Ég held að það séu margir að uppgötva þetta svæði núna. Þetta er svolítið magna svæðið í kringum vitann og við erum bara í október og það er meðal þess að stöðu straumur af fólki ferðamönnum. Og það er líka svolítið gaman að því að maður rakst á það grúski í þessu að þessi vitin var strax mjög vinsæll til heimsókna. Fólk var að koma sumrin og fá að skoða vitann. Og þetta var svo mikið að vitaverðinni voru kvart undan þessu vegna þess að þetta tók frá þeim tíma að vera alltaf að taka mútið gestum og svo þurftu þeir alltaf að bjóða upp á kaffi og með því og þetta voru bara heilmikil útgjöld fyrir þá. Þannig að þeir sóttu heimild til þess að fá að selja inn í vitann bara fyrir 100 eitthvað árum síðan og það er með þess að við settum vegg, það er reglugerð það hvernig á að meðhöndla þessa gesti, hvernig þeir með ekki koma inn í votum fötum, þeir með ekki vera ölvaðir, þeir með ekki reykja og svo framvegis. Þannig að þeir sem fóru inn í vitann og man ekki hvernig mann er rétt, þeir máttu heldur ekki vera ræflalega klæddir. Þannig að við erum bara að sjá fram á það, já ég held að þetta sé mjög vaxandi svæði og ég held að sé þess vegna sem að þessi áhuga að byggja þessa þjónustumiðstöð, upplýsinga- og þjónustumiðstöð og kannski með veitingum og þar væri alveg frábært að gera þessari merkusögu betri skil vegna þess að þetta er líka saga held ég sem allir gestir sem eru að koma til landsins hafa mikinn áhuga. Maður sér á ykkar skiltum og annað að það náttúrulega hafa verið
nokkur alvarleg sjóslys. Já, mjög. Og við verðum með hérna kort, sjóslysakort svo kallað, sem að raunum fyrir okkur hérna þeim hérna Guðjón Ingi heitir hann, teiknari, og Agnar Jónsson, skipasmiður, sem hafa unnið mikið að safna saman upplýsingum alla sjóskaða sem orðið í Ísland. Og við munum sýna hérna á þessu korti alla sjóskaða sem orðið við Reykjanesið. Og það gríðarlega mikið, af því að ég held að hvergi orðið fleiri sjóskaðar á Íslandi nema heldur en á Reykjanesi. Náttúrulega bara algeng siglingaleið, og svo náttúrulega var vetravertíðin hér og þar var náttúrulega yfir skammdeginu og vestanverðinu. Og svo hafa náttúrulega orðið mjög afdrifarík slys hérna nálægt, og við sjáum við hérna, hérna heil blaðsíða úr Morgunblaðinu frá 1928, sem er það sem verið að fjalla afdrif Jóns forseta sem fórst hérna undir Stafnesi. Og þetta var til dæmis endanleg kveikja því að menn fóru að stofna slysavarnadeildir all land og hanna til dæmis þessa björgunarlínu sem hefur skotið út í skipin og stól til að taka menn tilbaka. Það hefði kannski bjargað þessum flestum eða það hefði verið til á sínum tíma. Þannig að þetta er svolítið svona, við settum upp þessar síður til að svona minna fólk á hvað þetta var mikið og alvarlegt hérna á sínum tíma. Þannig að, en svo byggður, núverandi viti, hann byggður, ekkert löngu síðar. Hvernig stóð á því? Hérna, sem núverandi viti? Já, fyrsti viti náttúrulega var byggður hérna út á Valahnúk, sem að sést mjög vel frá hafi. En það kom nú fljótlega bara upp á aldamótunum 1900 að það kom í ljós að bara jarðskjálftar og hérna brimi var að vinna á klettinum og að það var bara hætt á hann myndi bara hverfi í hafið, sko. Það var bara öryggisatriði? Já, þú veist, og hann væri horfinn, hann væri hruninn núna, sko, ef hann hefði fengið að standa. Og þá var bara ráðist í það að byggja þá nýjan vita hérna á Bæjarfelli. Og þá, sem var þá tekinn í gegn eitthvað 20 ára seinna. Og hann stendur enn og er orðinn friðaður og bara einn merkilegasta mannvirki. Eins og reynda margir vitar, vitar er náttúrulega mjög skemmtilegt menningarsögulegt fyrirbæri landið, bara tengjast þessi sjóferðasögu. Og svo bara líka sagan í kringum hérna vitaverðina sem bjuggu oft mjög afskekkt. Eins og hér voru skáldasækja, Steinn Steinar sótti til mig sem var að vinna hérna og fleiri, þannig að þetta eru svona andarsmenn sóttu í þessa mögnuðu staði til að vera á.